Gunnar Páll Tryggvason ungur bankamaður sem hefur starfað í London hjá Kaupþingi, búinn að missa vinnuna. Þú skrifaði bréf sem ég birti á vefnum hjá mér fyrir rúmri viku sem hét Hrun og uppbygging Íslands. Þetta voru ágætar pælingar og margir sem að lásu þetta. Við skulum aðeins skoða þetta. Hvernig horfir þetta hrun svona við þér sem manni sem hefur verið þarna innandyra? Já, sko mér langar nú ekki að nýta tíma hérna til að tala greinina, fólk getur lesið hana ef það vill og það skilja nú reyndar sumir ekki hvað ég vill upp á dekk núna þegar skipið sokkið, en ég fann einhverju köllu hjá mér að leggja eitthvað til málana, en og sem sagt kannski þið vildi fyrst fara inn á það sem ég sé kannski sem svona sumar ástæður þess og svona veikleika í bankakerfinu að mínu mati, og þá fannst mér það einkum 3 atriði sem þar voru. Það var fyrsta lagi reynsluleysi, öðru leyti einsleitur hópur og í þriðja leyti svona ákveðin hernaðarmistök sem voru síðan gerð bæði í sókninni, við útrásinni og líka þegar bankakreppan skall á hvernig var staðið að vörninni. Og svo ég fara nú yfir þessa þætti að reynsluleysi, sem sagt ég hóf störf hjá Kaupþingi 1998 og var það starfsmaður númer 75. Og það rauninni eitthvað skrítið við það þegar ég 30 maður verð síðan orðinn einnar reynslumestu mönnum í hinu nýja íslenska bankakerfi. Og mér haft svona smá meiri tíma núna til að horfa á þessa hluti gagnrýni. Þú kottungum að þú ert reynslumestur, en pabbiðinn sem hefur verið í bönkum allt sitt líf, þú varst komið með hærra kaup en pabbiðinn. Já, rauninni sko, og faðir minn hann hóf störf 76 í bankakerfinu og var síðan framkvæmdastjóri í Landsbankanum, seinna bankastjóri hjá Verslunarbankanum og síðan stóð hann var bankastjóri hjá Íslandsbanka, stóð hann samningu þess banka, en sem sagt síðan upp aldamótin svona þegar ég að hefja störf í bankakerfinu þá var svona sem sagt hann svona látið eiginlega nokkuð til hliðar, sem sagt þurfti að skapa það rými fyrir yngri menn með ferskari hugmyndir, meiri takt við nýja tíma, en sko faðir minn hafði rauninni þá gengið í gegnum tíma óðaverðbólgu, gjaldeyriskömmtunar, bankakreppunar upp á síðasta áratugar. En þetta kemur svo inn á einsleitnina líka, sko, þetta verður svona einsleitur hópur í bönkunum. Já, það sko, það er litur hópur og þá held ég þess ekki bara þetta var náttúrulega mikið ungir, viðskiptamenntaðir karlmenn og það er áhugavert að hugsa til þess að eina fjármálafyrirtæki sem stendur eftir í dag, það er Auður Kapital og það er stofnað af kvenfólki og rauninni kvenlega gildi og kannski varkarari gildi og ég held að við höfum alveg mátt við aðeins meiri kannski estrogenblöndu innan testosterón kokteil okkar strákana, en síðan held ég að þetta kannski þessi einsleitur hópur og sem sagt þó að þetta hafi verið metnaðarfullur hópur og taldi sig vera réttum leiðin að skapa verðmæti og réttum markmiðum, en þá líka voru síðan ákveðin, sem sagt það var ekki bara heraflinn heldur líka var ákveðin hernaðarmistök að mínu mati og sem sagt frændi minn sendi á mig til dæmis tilvitnun sem hann fannst minna sig á ástandið, þá var tilvitnun í Winston Churchill og sem var að lýsa þar hernaðaraðgerðum Þjóðverja í seinni heimsstyrjöldinni og hann sagði they created a spider web but they forgot the spider. Þeir sköpuðu kóngulóarvef en þeir gleymdu kóngulóni og að hluta til í útrásinni, eins og hjá Þjóðverjum, það var alltaf verið að sölsundi sig ný lönd og ný landsvæði og síðan þegar hlutinni snerust gegn þeim að þá snerist allt að verja vígin og gefa ekki eftir í staðinn fyrir að kannski gefa eftir ákveðin landsvæði og standa vörðum mikilvægastu vígin. Og sumleyti var þetta dálítið eins og útrásinn, alltaf farið í ný lönd, ný svæði og síðan þegar bankakreppan skall á að þá var reynt að hanga á öllum stöðum og verja öll vígi sem að kannski eftir að hyggja. Þetta er bara það sem Þjóðverjarnir gerðu í stríðinu, það var ekkert slíking. En við skulum tala um ábyrgðina svolítið. Já, mér sko mér veist þetta til dæmis að hafa þessi bekkjamynd sem gekk þessum myndu sökudólgum í kerfinu og ég vil kannski aðeins bara stutt kommentar á það að því að ég var nú kannski í þeim bekk, ég var nú í yngri bekknum en í sama skóla, en þar voru ýmsir fyrirmyndanemendur sem að döldu sig vera að læra rétt fag og stóðu sig vel og sem voru aðrir meðal nemendur sem kannski lærðu minna heima en voru öflugir í félagslífinu, en vissulega voru ýmsir tossar í bekknum og ég held að náttúrulega niðurstaðan úr samrædduprófunum er komin núna og það er falleinkunn. Og þá náttúrulega horfa margir á nemendunar, aðrir horfa á skólayfirvöld eða ríkið sem ætti að hafa kannski betra eftirlit með
með nemendunum eða námskránni. En ég vil bara segja að þessi mál þarf öll að skoða af yfirvegun og sanngjarnan hátt og það er vont að fella dóma of snemma, sérstaklega fólki sem kannski kom aldrei á skólalóðina. En mér langar aðeins, kannski að fella sín aðeins ábyrgð bara í eins og víðara samhengi, því að ég skil vel að almenningur er mjög pirrar á þessari umræðu núna að allir tala að axla ábyrgð og það er vinsælasta orðið í dag, en þetta er svona, það kom allir fram og segja sér axla ábyrgð, en það viðurkennir engin rauninni hvaða mistök hann hefur verið að gera, og það er alveg óljóst á hvaða ábyrgð verið að axla, en oft eru menn tilbúinir að benda mistök sem við telja aðrir hafa verið að gera. Og þetta er svona minnir mig dálítið eins og að þessi verið að spila spilið Svarta Pétur, þar sem að Svarti Pétur, eina spilið sem menn eru tilbúin að bjóða öðrum er Svarti Pétur sjálfur, þannig að Svarti Pétur er að ganga á milli ríkisstjórnarinnar, bankamanna og síðan Seðlabankans og svo útrásarvíkinganna, en það vita allir það sem að spila Svarta Pétur og eina leiðin til að ljúka spilinu er að menn ná að draga önnur spil, þannig að þetta para saman spilin. Og það er það sem þarf í raun að gerast. Menn þurfa að leggja betur spilin á borðið, svo setja mynda samstæður og klára spilið, stokka upp á nýtt og gefa í nýtt og betra spil. En ég held ekki að almenningu við verðum aðeins að sýna smá skilning á því að fólk er náttúrulega svo hrætt við að leggja spilin á borðið, því að sá sem leggur fyrst spilin á borðið, hann er hrætt hún verið kennt kreppuna. Já, hann verið settur bara á bálið. Settur bara á bálið, sko. Og fyrst minnist á bál, sko, þá var náttúrulega, vissulega var hér kveikt bál, en margir sem kyndu eldinn og sumir sem fundu ylinn af bálinu, til dæmis með kaupum á nýjum bílum eða flatskjá. Og því spyr ég eins og með ábyrgð, ég meina, er ábyrgð þingmanna og ráðherra endilega meiri en þeir einstaklingar sem tóku himinhá neyslulán sem þeir geti ekki greitt af og sitja núna á þjóðarbúinu. Þannig ég held að við verðum aðeins að fyrst aðeins að horfa líka í einn barm eftir ábyrgð áður en við leitum hana. Vissulega voru saklaus fórnarlöf í þessu öllu, en ég held að ef við almenningur getum axla aðeins meiri ábyrgð í staðins að reyna að varpa öllu hlassinu og þungan hóp sem hefur, lítinn hóp sem hefur, kannski litlar verður og erfitt með að bera alla þessar byrði, þá myndi það kannski hjálpa til við umræðina. Við verðum að fara í uppbygginguna aðeins. Hvernig sérðu, ég meina þú byrjið í London og ég held að þú ætlir að vera þar áfram, en hvernig sérðu svona utan í frá að við getum byggt upp þetta upp úr þessum rústum? Já, það er kannski nokkur allir sem langar að koma það. Það er fyrsta lagi að held ég við gætum, það væri mjög betri forgangsröðun. Og þetta er eins og til þess að húsið þitt væri að brenna. Að það fyrsta sem þú myndir gera, að þú myndir fara inn í húsið og reyna að bjarga þínum fjölskyldumeðlimum, sem myndir bjarga þeim veraldlegum eignum sem það ættir þar, sem myndir fara að leita þar að nýju húsaskjóli og loks myndir síðan fara að kanna hvað olli eldinum og hvernig var þetta að fara í forvarnir og svo kem ekki upp aftur. En við erum dálítið mikið að fókusa á hver kveikti bálið. Á meðan er bál það sem er verið að vinna óafturkræfan skaða á heimilum og fyrirtækjum í landinu sem orðspor í Íslands og alþjóðavettvangi. Þannig að ég held að forgangsröðunin geti batnað verulega. Öðru lagi held ég að upplýsingagjöfin geti orðið talsvert betri hérna. Og ég held að ef að vita fá hvað ríki er að gera og ef ríki myndi deila meira með hvað það er að gera, að þá held ég að það myndi gerast tvennt, annars vegar myndi fólk að finna ríki síðan grípa til einhverja aðgerða og því að ég veit að það er verið að gera marga góða vinnu bak við tjöldin, en það er bara að draga tjöldin frá. Og í öðru lagi held ég að umræðan verði líka miklu upplýstari og geti þá fara að snúast meira þær lausnir sem verið að vinna í staðinn fyrir endalaust að leita að sökudólgum. Og ég held að maður getur gert þetta með mun meira frumkvæði ríkisins, hvort sem það eru blaðamannafundi daglega eða annað sem betur farið yfir þessa stöðu. Þannig ég held að sé þetta forgangsröðun og síðan upplýsingagjöf og svo í þriðja lagi kannski verkstjórn, því að ég held að því þá megi að við þurfum að þarf að hugsa með minna mínum mati núna eftir pólitískum línum og fólk þarf að, við erum í dag, við erum ekki kommar, kratar eða kapitalistar miðað við þessi verkefni sem það er að glíma við. Hversu margar mismunandi pólitískar skoðanir er til dæmis á því að veita, fá inn gjaldir inn í landið og lágmarka gjaldþrot hjá heimilum og fyrirtækjum í landinu. Og ég held að
og stjórnmálamenn þurfa að horfa í spegil og spyrja saman sig, ég best til þess fallinn til að leiða þjóðina í gegnum þessi erfið og nýju verkefni og ef svarið já, ef þið svara svarinu já, þá þarf að vera veruleg breyting á stjórnarháttum svo þau geti unnið sér traust almennings aftur og ef það svarið nei, þá verður við líka almenningur sína smá auðmýkt að taka hagsmuni heildarinnar yfir sína persónulegu hagsmuni. Og lokum þá vildi ég bara koma að það síðast sem einna mikilvægast að þá held ég að sé ákvarðanartaka því að það verður ákveðin ákvarðanarfælni hérna sem dæmi eins og það myndi ljón hoppa inn í sjónvarpssal til okkar Egill og það geti verið skynsamlegast ákvörðun fyrir okkur að ef þú væri með byssu í töskunni að grípa byssuna og reyna að skjóta ljóni eða geti verið skynsamlegast fyrir okkur að taka til fótanna en við myndum bara gefa okkur þann tíma sem við hefðum til ákvörðunartöku og sem myndum við taka ákvörðun. Það versta sem hefur gerst aðgerðaleysi en máli þegar það svona þegar fólk verður svo hrætt við að taka ákvarðanir í dag þá auðveldast ákvörðun að taka engar ákvörðun en við skulum ekki láta ljónið éta Íslendinga. Það sem náttúrulega stórt mál í þessu og svo við tölum aðeins meira konkrétt, það er peningastefnan og hvernig við framfylgjum henni. Svo náttúrulega hitt annað, það hvernig hægt að koma til dæmis af stað hérna einhverju almennilegri gjaldeyrisskuld. Já, sko, ég held að það er kannski aðeins að koma inn þetta með og það tengist kannski aftur þessari ábyrgð að ég held að vera líka að muna það að kunna hlusta. Þannig að öllum er mjög mikið í mál að tala núna og ég sjálfur er að tala núna ótt en við þurfum líka að gleyma það ekki mikið að hlusta og við bankamenn vorum ekki nú duglegir að hlusta viðvörunarorð sem okkur barst utanfrá og á samanskapi að núna sækju einna harðast á Davíð Oddsson að hann hlusta á okkur og hann en við ættum kannski aðeins að hlusta á Davíð og þá meina ég ekki það sem hann er að endilega segja, heldur stundum kannski það sem er ósagt og í því samhengi að núna vilja 90% af þjóðinni er verulega óánægð með Davíð Oddsson, vilja hann víki umsvifalaust og við bara að hann og ég myndi maður á það sko að það var könnun á Lalla Jones síbrotamanni fyrir nokkrum árum og þá bara mestur hluti þjóðinni hlýhug til Lalla Jones. Ég veit ekki hversu lítið það var til þegar hitta kannski innkeyrslan í hálsir með bíllíflana í annarri og sjónvarpstækið í hinni. En sko það mannkost sem Lalli hefði umfram Davíð, hann kunni að segja fyrirgefðu og ég held að hann og Davíð eins og í ræðun hans á viðskiptaþingi að ég efast ekki að mest af því sem þar kom fram var rétt en það vantaði alltaf auðmýkt þar og ég held að Íslendingar erum gott fólk og við viljum virkilega fyrirgefa en við þurfum þá fyrst að heyra að fólki viðurkenni einhver mistök og líka kannski þegar Davíð var að tala að við fréttamann svaraði fréttamanninum og spurði hvort hann þetta segja af sig og segði þú ekki sjálfa þér kannski vildi Davíð meina að hans verk fyrir þjóðina ef hann var að bera þau saman við blaðamanninn og honum fannst ekki endilega hann ætti að segja sér. En þannig að sko, erum við bókmenntaþjóðin Íslendinga virkilega svo lesblind að við kunnum ekki að lesa á milli línanna. Með þess að vil ég samt ekki segja að Davíð þurfi ekki að segja af sér. Því ég held að skipsbrot peningastefnunnar eins og bankastefnunnar hafi verið þvílegt að það þurfi nýja stefnu, nýtt skip og ekki að spasla upp í sprungunar og það sé mjög hættulegt að horfa málið út frá því að hvernig við náum að blása lífi í krónulíki því ég held að það gæti klára allt súrefnið úr lungunum okkar. Það klári súrefnið ef við förum að blása lífi í krónuna? Já, það er mín skoðun að þessu og ég held að við fyrst að koma með erlendu gjaldmiðil til að byggja upp eignarmyndun. Við langar að klára það bara eitt með samtinn Davíð, sko. Við verðum bara að hætta. Já, við það er bara ein hugsun í lokin. Það er bara að segja það að Davíð var eins og hann var í fyrirliði farsæls fótboltaliðs og hann held ekki allir með liðina Davíðs þegar hann var í pólitíkinni en hann vann frækna sigra. En nú er hins vegar íþróttin ekki lengur fótbolti, heldur ballett. Og Davíð er bara ekki eins góður í ballett og fótbolta. En ég held að það er fólk, og hættan er svo að þegar lengur líður sem líður, að þá muni Davíð meiri líkur á að taka í feilspor og að saga muni dæma hans þá frekar út frá hans ballettferli, frekar maður með frækinn fótboltaferil. Og ég held að Davíð vonandi finni hjá sjálfum sér og hann hefur tekið hagsmuni þjóðarinnar oftar fram að sínum eigin. Hann finni á sér, kannski er hans tími liðinn núna, en ég vona þá að við þjóðin gefa honum þá reist sem hans uppsögn ætti þá skilið. Gunnar, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Þú býrð í London, bankamaður, búinn að missa vinnuna, en vonandi með bjarta framtíð. Þetta er búið í dag, takk fyrir að horfa.